Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að forvitnast nýtt app ferðaþjónustu í Skagafirði. Og þau eru komin til mín, Júlíus Guðni og Evelyn Ýr Kuhne. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert formaður ferðamálafélagsins í Skagafirði, satt, og með ferðaþjónustu. Já. Og svo áttu son sem er svona arskoti flinkur og er bara búin að henda í eitt app. Já, bara með tíma held ég. Segðu okkur aðeins, hvaðan kom þessi hugmynd með þetta app? Með appið, já. Þetta er náttúrulega, ástandið er náttúrulega ekki venjulegt eins og er. Nei. Og brattan er bara mjög brött framundan. Já. Þannig að svona í COVID-tímanum, þannig að við vorum að velta mikið fyrir okkur hvað er framundan. Hvað getum við gert? Hvað getum við gert? Já, það voru mikla samræðu með sveitafélagið og félag ferðaþjónustuna. Lása til sóknar, markaðslega, eitthvað? Já, akkurat. Fá Íslendingana? Fá Íslendingana, já. Svo var ákveðið að fara svona í sameiginlega svona markaðsátak saman með sveitafélagið. Okkur fannst þetta ekki nógu mikið bara til þess að fara í þetta markaðsátak og sækja á íslenska markaðinn núna. Við vildum svona fá svona aðeins meira út af þessu verkefni. Já, meira til framtíðar kannski sem getur nýst áfram. Já, akkurat meira til framtíðar og eitthvað sem bara nýtist bara mjög vel núna. Og við rættum þetta í stjórninni og þá kom upp hugmynd hvernig væri nú að búa til app. Af því við hugsum þetta þannig, við erum að vekja athygli á Skagafirðinn, við erum að reyna að draga fólkið til Skagafjarðar, en fólkið verður að hafa upplýsingar til þess að nýta þessi þjónustu sem er til staðar. Og við eigum heimasíða, eða ekki við félagi, heldur sveitafélagi, séum visitskagafjörður.is. Það er að fara ný heimasíða í loft í dag, þannig að hún er nýuppgerð. Og það er náttúrulega svona heimasíða er að vinna með svona að sýna fram á, þú veist, búið til ímyndir, frekar myndir og myndbönd og svona ýmislegt og líka upplýsingar og tenglar inn á alla, er það ekki? Já, áhugaverðir staðir og allt svona. En svona eitthvað sem nýtist þegar þú ert að ferðast landið, kannski eldaveðrið eða ert að skipuleggja ferðalagið eða eitthvað, þá viltu að hafa upplýsingar svolítið svona aðgengilegt. Já, bara í símanum. Í símanum helst. Okkur fannst það bara alveg kjörið tækifæri núna að fara út í að búa eitthvað til, sameina þessi upplýsingar í bara mjög skilvirkan hátt, já, akkurat. Alveg sama hvort fólk er komin á ferðinni, er að ferðast landið, er að undirbúa sig, það er svolítið þægilegt. Og það var til þessi hugmynd, app. Og þá var bara stutt fyrir þig að hóa í soninn. Þá bandaði bara hjá honum og spurði bara, væri það ekki hægt að búa til svona app? Já, og gastu strax svara, Júlíus, já, það er hægt, það þurftur aðeins að leita. Já, svona fljótlega. Já, og hvernig hanna svona app, maður þarf náttúrulega, þetta er þannig að við þurfum að koma ákveðnum upplýsingum á framfæri. Við ætlum að helst að reyna að koma öllum upplýsingum fyrir ferðamanninn Skagafjörð á framfæri og hvað gerir þú? Hvernig byrjaði þetta? Hvernig hófst þín svona leit eða hönnun? Við tölum þetta og fundum leið til að miðla upplýsingunum. Settum það upp þannig og bættum það svo. Þú fórst bara í tölvuna? Setta þau upp. Og fyrst bara frá öllum aðilum þeirra upplýsingar og myndir. Og svo bara sett upp síðu sem fólk gat sett inn. Er þetta ekkert mál þegar maður er 16 ára? Nei, ekki mikið. Nei, þetta var einmitt bara mjög þægilegt. Við vorum að hugsa þetta, við höfum bara mjög einfalda flokkun, höfum þetta mjög stílhreint, svo þetta verður bara mjög notendvænt, að það verður engin flækjustig og appið er þannig uppbyggt að þú kemur bara fyrst inn á flokkunarsíðu. Já, þú velur bara gististaðir, matur, veitingastaðir, afþreying og svoleiðis. Já, söfn og sýningar. Hátíðir. Þjónusta, það er sérsvæði í appinu fyrir matahátíðin okkar. Rétti Food Festival sem ætla að vera haldin núna í annarskipti í sumar. Spennandi. Já, það er líka svolítið spennandi út af því það er náttúrulega búin að aflýsa flestum stórum viðburðum. Þessi er svo dreifður, er það ekki? Hann er út allt. Þetta er bara litli viðburðir. Þannig að ég held að verði svolítið spennandi að halda þessa matahátíð í ágúst. Og fyrst að matahátíðin er verkefni félagsins eða félagana á Norðurlandi vestra, þá fekk þetta bara sérsvæði í appinu. Hvað heitir appið?
Heitir það eitthvað? Visit Skagafjörður. Það heitir Visit Skagafjörður. Og nær maður því inn á kannski þeirri síðu líka? Já, Visit Skagafjörður. það getur maður bara náð tengt, í það. Já. Og svo bara fara inn á Play Store eða App Store og leita bara Visit Skagafjörður. Eða bara Skagafjörður, þá kemur það upp. Þetta magna. Hvað ætlar að gera næst svona, fyrst þú ert búin að þessu? Ertu með fleiri verkefni svona í farvatninu? Já, slatta. Eru allir að banka dyrna núna? Já. Og svo ertu á kvikmyndabraut eða ekki? Jú, í FNF. Já. Búið með 1 ár eða? Já. Stefnir á kvikmyndagerð í framtíðinni eða meira svona í tölvur? Nei, eitthvað tölvutengt. Eitthvað tölvutengt, já. Hvað er það sem að heilla þig við tölvunar? Erfitt að lýsa því kannski svona stuttu máli? Já, ekki neitt sérstakt. Nei, þetta kannski bara endalausi möguleikar. Já. Og gaman að læra, þú lærst þetta svolítið bara sjálfur á grúski, Já, gegnum netið. Já. Googlaðu bara how to make an app. Nei, ekki beint. Hlóðu niður appum og þannig dóti og skoðaði kóðan bak við þetta. Bjóð svo til mitt eigið. Skoðaði kóðana, einmitt, eins og maður gerir. Já, einmitt þannig. Frábært. Þannig að það er alltaf laust fyrir allt saman. Já. Alveg sama með hvað hugmynd ég kom fyrir appið eða eitthvað annað. Leist það. Já, hvernig það, leysum það bara. Já, þetta er svona myndrænt, ég var að kíkja á þetta hér áðan, það er bæði sko bara mynd af Skagafirði og svona rauðar doppur til að velja og eins getur þú farið einmitt í flokkunarsíðuna og bara gististaðir og örugglega margar leiðir að koma að þessu eða hvað. Já. Þetta er hrikalega flott. Svo vorum við að setja inn hérna líka bara tenglir inn á N4 myndböndum. Það er búin að vinna svo mikið efni fyrir Skagafjörður. Þið eru búin svo duglega að koma þetta. Já, og líka Skagafjörður að taka þátt í. Norðan og svona. Og það er til svo mikið efni, okkur fannst bara alveg tilvæli að hafa, þú veist, einhver stað þar sem maður getur bara að fletta upp. Svo margt skemmtilegt. En snið. Sem við búin að gera. Og var það ekkert flókið? Tengja þættina þarna inn? Nei. Þetta er til fyrirmyndar, þannig að það er brött brekka framundan, en þá bara finnum maður einhverja lausnir og hendir í app og sem kemur öllum vel. Já, og við bara vonumst til þess að fólk allt land fer að nota appið þegar það er á leiðinni í Skagafirði. Það er bara til þess að kíkja á myndböndin eða vefmyndavélu, það er líka að fara inn á. Eru vefmyndavélar út um allt? Já, kannski ekki út um allt, en það eru náttúrulega brottfluttir Skagfirðinga sem hafa kannski gaman að fara þarna inn á. Svo náttúrulega vonum við líka að Skagfirðingar nýta sér appið. Og það var líka svona einhugsun svona í byrjun, að því við erum nú sjálf með ferðarþjónustu og fólk þú veist, dvelur hjá okkur og sundlaugin í Hofsós opin. Einmitt. Þannig þetta allt á einum stað. Já. Þarft ekkert að fara inn á þeirra síðu, Facebook síðu eða finna út og fer bara inn á appið og leita bara. Þannig að þetta er líka svona til að styrkja innviðirnar í Skagafirði. Þetta er ótrúlega smart. Ég er hrikalega bara innbúnir ef ég sletti. Þetta er frábært. Ég er í stjórn ferðamálafélags Eyjafjarðarsveitar og nú ætlum við bara að fara að ræna þessari hugmynd. Nei, ég segi svo. Þú veist hvert að leita. Takk kærlega fyrir að koma í föstudagsþáttinn og segja okkur frá nýja appinu Visit Skagafjörður og bara gangi ykkur vel í sumar. Takk kærlega fyrir, sömuleiðis.